við Gullinbrú. Komið þið sæl, byrjum hér á að skoða stöðuna á Norður-Atlantshafi núna klukkan 6 í kvöld. Það búin að vera hæðarhryggur hjá okkur að stjórna veðrinu, frekar hægur vindur víða land og nokkuð bjart, einnig mjög kalt. Frosti fór mest í 19 stig á Mývatni, en hér sjáum við vestur á okkur, það eru skil sem nálgast landið núna í kvöld og nótt, það er vaxandi sunnanátt og með þessu fylgir rigning sunnan og vestanvert landið, síðan snýst yfir í suðvestlæga átt á jóladag og þá er nú útlit fyrir éljagang og það er nokkuð hvass vindur í þessu, það eru vindviðvaranir í gildi fyrir morgundaginn, sömuleiðis úrkomuviðvaranir. Með þessum skilum á morgun sjáum við hér mjög hlýjan geira sem kemur til okkar. Það er miklar hitabreytingar nú næstu 2 sólarhringa, snögg hlýnar á morgun og kólna síðan jafnharðan á jóladag á föstudaginn og með því þá er þessi vindur, við sjáum hér á stöðunni næsta sólarhringinn hvernig vindurinn eykst, það er þessi sunnanátt sem nálgast hér með skilunum í nótt, það er rigning og úrkomuviðvörun byrjar að taka gildi á Breiðafirði klukkan 8 í fyrramálið, sjáum hér stöðuna þá, það er hér á undan skilunum þá er þetta ennþá snjókoma en þetta breytist frekar fljótt yfir í rigningu og það er þarna einkum á Snæfellsnesi, sunnanverðum Vestfjörðum, síðan bætast við fleiri viðvaranir þegar líður á morguninn, en hér á Suðvesturlandi við sjáum hér hitatölurnar komnar víða í 6-7 stig og það er hvassviðri í kortunum, jafnvel upp undir 18-19 metrar á sekúndu hér vestast. Úrkoman á Faxaflóa, hún er gefið tilefni til gulrar viðvörunar og það er útlit fyrir jafnvel að þetta það er að hlýna einnig með í þessu og getur jafnvel verið hætta á flóðum eða skriðuföllum og á Snæfellsnesinu í sunnanátt þá geta einnig verið einhverjar hviður og á Norðurlandi vestra þá eru nú flestar viðvaranir, sjáum það er mikið að vera á þessu korti en hér á Breiðafirði þá er úrkomuviðvörunin frá klukkan 8 til 3 aðfaranótt jóladags og það er eins og sagði einkum á Snæfellsnes og sunnanverðum Vestfjörðum. Á Vestfjörðum þá bæði úrkomuviðvörun og vindur, það er sem sagt upp úr hádegi sem byrjar að hvessa vel þar, það er alveg upp undir 25 metrar á sekúndu á Ströndum og sömuleiðis Norðurlandi vestra hér, þetta er einkum við fjöll og jafnvel hérna inn á Sauðárkrók, það er hér einnig á Tröllaskaganum og inn Eyjafjörðinn þar sem er útlit fyrir þó nokkurn vind, þannig að á þessum svæðum þá er að gera að binda lausamuni og huga að ferðalög ef verður að hyggja á ferðalög á milli landshluta, sérstaklega með einhvern aftanivagn sem er viðkvæmur fyrir vind, að athuga það vel og fara varlega. Á Norðausturlandi þá er einnig vindviðvörunin, hún gildir nú aðalega hér í kringum Tröllaskaga og Eyjafjörð, þetta er alveg 18 til 25 metrar á sekúndu hér á þessum svæðum þar sem verður vindviðvörun og hviðurnar jafnvel upp undir 40 metrar á sekúndu. Norðaustan til þá er einhver smávegis væta af og til á morgun, allra austast þá er nú frekar hægur vindur framan að bætir hans í vindin þegar líður á, annað kvöld þá er þetta 10 til 18 metrar á sekúndu þessu svæði. Hér suðaustan til þá er útlit fyrir rigning og einnig það hlýnar þar eins og annar staðar á morgun og annað kvöld er nú útlit fyrir svona 13 til 18 metrar á sekúndu á þessu svæði, en þegar við horfum síðan fram á jóladag þá er hér köldskil sem koma, það snýst í suðvestanátt, úrkoman hún breytist úr rigningu yfir í éljagang og með þessu er frekar mikið hvassviðri, það en útlit fyrir að eftir sem líður á daginn að það muni verða jafnvel hvít jörð, hvort það verði hvít jól, það er spurning hvernig verður klukkan 9 á jóladag. En á annan í jólum þá er nú útlit fyrir nokkuð bjart og fallegt veður, hægur vindur og kalt í veðri, snýst síðan yfir til norðlægrar áttar og á sunnudaginn er nú að stefna í norðanátt og snjókomi eða éljagang fyrir norðan, frekar þéttar þrýstilínur en að gera að fylgjast með þessu þegar nær dregur. En á morgun þá er vaxandi sunnanátt, það eru viðvaranir í gildi víða norðan og vestanvert landið
og að gera að huga að sínu nærumhverfi. Þakka ykkur fyrir og verið sæl.